Og þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Til mín kominn Skúli Bragi Magnússon, en hann einn af þáttastjórnendum hér á N4. Velkominn. Takk fyrir það, María. Uppskrift af góðum degi. Það eru nýjir þættir hérna á stöðinni. 2 búnir og 2 eftir. Er það rétt? Já, við erum búin að taka upp 2 og búin að senda út 2, en við erum ekki farin að stað með seinni 2 því það verið að vetrarþættir og við býðum til snjónum. Og það alveg að fara að bresta í gang það núna? Já, það byrjað að snjóa, þannig að við erum strax farin að huga því hvenær við erum að fara á stað. Var þetta ekki dálítið gaman að taka upp þessa þætti því þú fyrst að fara mjög víða og prófa mjög margt. Þú ert búin að kortleggja svæðið svolítið, er það ekki? Gaman eiginlega bara vægt til orða tekið, sko. Það eiginlega bara ótrúlegt að vera í vinnunni og skella sér í jarðbuðinn og bjórbuðinn og hvalaskoðun og... En fórstu í heila hvalaskoðun eða var þetta bara svona, þú veist, að því þið voru að taka upp þáttinn bara svona 5 mínútur og tilbaka eða fékkstu heila hvalaskoðun? Sumt, vissulega var þannig. Ég fékk heila hvalaskoðun, bara til þess að taka það strax. Tókum þetta 3 tíma rúnd, sko, og það var náttúrulega stórbrotin og þeir töluðu að skipstjórinn að þetta væri ótrúlegu dagur sem við fengum, eins og fólk sá. Það nú misjafnt hvað við sérðum mikið af hvalinn, þannig fengum við þetta stökk fyrir okkur og bara lék við okkur. En svo náttúrulega svo bjórbuðinn, sko, ég fékk því miður ekki að slaka á allan hálftíman. Bara aðeins að pósa fyrir myndavélina. Já. En hérna, nú á að fara að byrja á vetrarþáttunum og þá væntanlega erum við að fara í eitthvað snjósport eða hvað? Jú, við þurfum að gera það, sko. Einhver svona heit náttúruböð, mikil útivist, einhverju kannski göngutúrar, gönguskíði, bara almenn skíði, jafnvel fyrir við kannski sleðaferð með hundasleða, já. Þetta verður spennandi. Og er radíusinn bara landið allt eða Norðurlandið eða ákveðið svæði? Það er Norðurland eystra í þessum 4 þáttum. Og hérna, svo er draumurinn að geta gert þetta fyrir alla landshlutana og gera þetta bara út all land. Já, útvíkka hugmyndina og fara hringinn. Já, sjálfsögðu. Þessar perlur eru út all land. Og við sjáum það að við erum með ótrúlega margar bara á Norðurlandi eystra. Það margar að helsti vandinn er að takmarka sig. Þannig að við getum gert þetta út all land og marga þætti. Marga þætti, margar seríur og aldrei sama stað en 2. Algjörlega, það er minnst. Hestbaki Ásbyrgi, hvernig var það? Ótrúlegt. Ég er búinn að fara ótrúlega oft í Ásbyrgi, eins og flesti. Alltaf þarna sömu megin við Skeifuna, það sem að tjöldin eru og ferðamennirnir og þarna fórum við hinum megin. Það var ekki neitt, sko. En það er stígur eða svona reiðstígur eða? Já, það er svona reiðstígur, einmitt. Og vera á Hestbaki líka í Ásbyrgi. Og í svona sturluðu veðri eins og þið fenguð? Klikka við þess, algjörlega. Þvílíkur draumur. En þú ætlaði að kynna fyrir okkur leik? Já, leikur í gangi núna. Svona smá spurningaleikur. Svara 2 spurningum og þá getur þú unnið pakka sem að innihalda hluti sem ég var að gera í þættinum. Þannig að þetta er mikils að vinna. Mér langar til þess að vinna þessa pakka. Já, það verður greið í næsta þætti, þannig að það er vika sem fólk hefur til að svara þessum spurningum og svörin að finna í þáttunum. Já, við erum að horfa á þáttinn. Hann verður sýndur núna á morgun. Já, byrja klukkan 7. Þá er sýndur þáttur 1 og svo aftur þáttur 2 strax á eftir. Svo getur nálgast þetta á tímaflækinu. Já, N4.is. N4.is, Facebook. Þannig að við hvetjum fólk til að taka þátt í þessum laufléttaleik. Þetta nú ekki erfiðar spurningar, manstu þær? Já, sko, það er spurning, hvað liggur fiskurinn lengi í saltinu á Hauganesi? Það er spurning númer 1, sko. Og svo er næsta spurning, hvers konar brauð ég fékk mér í Dimmuborgum? Og þessum spurningum þarf bara að svara og senda í tölvupósti eða Facebook-skilaboð. Þetta eru laufléttar spurningar. Já, geta allir svarað þessu. Engin vandi. En má ég aðeins forvitnast þig? Þú byrjaðir nú bara hérna á N4 fyrir árið síðan. Nei, það er ekki einu sinni komið ár. Ekki einu sinni ár, nei. Og hvernig er þetta búið að vera síðan þú byrjaðir? Hvernig líður þér í vinnunni? Ótrúlega vel. Þetta er stórskemmtilegt. Er þetta eins og það bjóst við? Nei, engan veginn. Nei. Þú varst í fjölmiðlafræði, varst þú með hana og fer svo beint í þetta starf. Nánast, eða hvað? Já, ég fór í grafíska hönnun og ætlaði að fara meira út í auglýsingar og svo fekk ég bara þetta tækifæri til þess að vera dagskrárgerðarmaður og ég var ekkert búinn að plana það neitt sérstaklega. Svo er þetta bara geðveikt, eins og þarna, uppskriftargóðum degi, ferðast landið, ferðast Ísland, þú veist, skoða staði eins og Rauðanesið, aldrei komið þarna, ótrúlegu staður. Og svo með íþróttaþáttinn og ég fæ
bara vinna við að áhuga Þú ert bara komin í fulla vinnu hérna, það ekki? Jú. Og bara nóg að gera og þú dælir inn hugmyndum og þeim öllum vel tekið eða verið svona aðeins að slá að puttana rólegu Skúli minn? Það bara eins og með allar hugmyndir sko, hugmyndir eru náttúrulega misgóðar og sjálfsögðu er megnið aðeins sem fer bara eitthvert. En þú ert óhræddur við að stinga upp á nýjum hugmyndum og þáttum? Það er frábæra við að vinna á svona minni staðamiðli, hugmyndirnar, farða láta það rætast. Og jafnvel láta það rætast. Láta það rætast, já. Þú veist, eins og þetta í uppskriftargóðum degi, þetta byrjar bara sem hugmynd. Hvað gerir maður á góðum degi? Og svo það allt í orðin þáttur og svo maður alltaf búin að frumsýna í sjónvarpinu. Það er ótrúleg tilfinning. Ótrúleg. Eitthvað fleira sem ég get pumpað þig taktíkin, það er eitt þáttur sem þú sérðum? Já, íþróttaspjallþættir. Það er svona draumur. Ég er knattspyrnuþjálfari mennt líka, ég held að vita ekki allir. Var að þjálfa hjá KA og þannig að ég kem með þessa hugmynd hérna inn að vera með spjallþættum íþróttir á landsbyggðunum. Við erum að fjalla bara alls konar. Þetta er að vekja athygli. Hefur ekki skynjað það? Þetta fólk eru að horfa á þessa þætti? Jú, af því að við erum langt í burtu frá höfuðborginni sem er svona miðstöðin í þessari íþróttaumfjöllun. Þannig að, þú veist, íþróttafélögin verða svolítið út undan hérna. Þannig að þarna er tækifæri til þess að koma íþróttagreinunum á svona framfæri. Fótbolta, handbolta, körubolta, hver sem er, líka frjálsar íþróttir. Við erum búin að taka skák, við erum búin að taka hjólreiðar, bara hvað sem er. Allt, pláss fyrir allt. Pláss fyrir allt. Svo ertu líka svona glúrin innanhúsarkitekt, er það ekki rétt hjá mér? Ert þú ekki að breyta og gera og græja heima hjá þér svolítið? Jú, akkurat. Og sá áhugi ratar aðeins inn í dagskrána okkar og mögulega sjónvarpið eða hvað? Má eitthvað segja frá því? Möguleg sjónvarpið. Við erum núna með lið í N4 dagskránni sem heitir Heimili. Já, það er í blaðinu okkar. Já, ég er með það. Þannig að þetta er í raun ótrúlega líka við starfið hérna á N4 að geta verið í svona mörgu, skilurðu. Ég held að sjá ekki íþróttafréttamennina fyrir sunnan vera að sjá svona hús- og híbýlistálki í dagskránni og eða kaffidálkin. Þú ert líka með kaffidálk. Kaffidálkin, já. Ég var sem kaffibarþjónn og lærði það líka. Mjög víða við. Þannig að jú, maður er í því líka að skrifa og líka hanna grafík. Já, svo ertu náttúrulega í grafískri hönnun líka. Varstu búinn með það líka eða hvað? Ég er ekki búinn með það. Kláraði fyrsta árið. Gaman að nefna að ég á náttúrulega hérna flekana sem eru hér. Flekarnir eru þínir. Þetta er svo mikið snilld. Þú veist, já, maður er í ýmsu. Settinu hér og bara öllu einhvern veginn. En það skiptir eitthvað í máli. Þegar þú ert á litlum miðli, þú getur ekkert verið að sérhæfa þig í bara einhverju einu. Þú verður að vera fjölhæfur og tilbúin að gera allt. Það er engin dagur eins. Og það ert þú svo sannarlega, Skúli Bragi. Sérðu fyrir þér að kaffihornið komist í sjónvarpið? Ertu eitthvað farin að hugleiða það? Það var náttúrulega bara snilld. Það var snilld. Kenna landanum bara að gera gott kaffi. Já, ég var einmitt með þessa hugmynd núna fyrir jólin að taka svona ístumlandi uppáhællingar, þú veist. Hvernig masteraru pressukönnuna eða mokkakönnuna, froðuna og flóuðu mjólkina. Þetta er svo mikil vísindi, Myndskreitingarnar í bollana. Þetta er ótrúlegt. Þú ert að sjá okkur þegar ég var að vinna þarna á te og kaffi. Við pældum í öllu hvað varandi kaffigerð. Við bara tókum þetta alla leið og gera svaninn í bollan og þú veist, þetta er ímyndaður. Þetta er magna. Kaffi er ekki bara kaffi. Maður kemur ekki að tómum kofanum hjá þér, Skúli Bragi. Takk fyrir að koma og segja okkur frá svo við minnum á leikinn og bara gangi þið vel með vetrarþættina. Takk fyrir það, kærlega. Takk.